Ja, Sælveri, í þessu myndbandi ætlum við að reikna óreiðubreytingu fyrir kerfi sem á sér stað þegar 20 g ís við 0 °C er bætt út í 50 g vatni við 30 °C og þetta er gert í íláti hvers varmi jafngildir 20 g af vatni. Bræðsluvarmi ís er 6007 joule per mól og gefur ráð fyrir að varmarýmd vatns sé fasti yfir þetta hitastig og er þá 75,4 joule per mól Kelvin. Fyrsta skrefið átti sig af því að í varmafræði þá gildir almennt að varmi gefinn er jafnt og varmi þeginn. Það þýðir þá að Q fyrir ísinn hlýtur jafnt og mínus Q fyrir vatnið. Þess að varminn sem að vatnið tapar er það varminn sem að ísinn fær. Það sem við þurfum að gera svo er að byrja því að finna loka hitastigið á þessu kerfi, þar sem við þurfum að átta okkur á hver hitastigsbreytingin er bæði hjá ísnum þegar hann er að hitna og þegar vatnið er að kólna. Og til að gera það þá þarf ég að átta mig á því að varmabreytingin hjá ísnum er þessi hér, þar að segja að það er mólmagn af ísnum sinnum mólar bræðsluvarminn fyrir ísinn að viðbættum mólmagninu af vatni sinnum eðlisvarminn af vatni sinnum hitastigsbreytingin. Svona, það er að segja að ísinn bráðnar og ísinn hitnar. Og varmabreytingin fyrir vatnið hlýtur að vera þá mólmagnið af vatninu sem ég er með sinnum eðlisvarminn af vatni sinnum hitastigsbreytingin sem á sér stað og að viðbættu 20 g af vatni fyrir sem sé ílátið, en vegna þess að ílátið inniheldur sömu varmarýmd og vatnið þá get ég bara einfaldlega gert ráð fyrir því sem 70 g af vatni og læt á þetta hér duga. Ef við köllum þetta jöfnu 1 þá setjum við þessar tvær jöfnur inn í jöfnu 1, það er að segja jöfna 2 og 3 fyrir inn í jöfnu 1 og ég fæ þá að n delta fjús H fyrir ísinn pluss n sinnum C vatn sinnum hitastigsbreytingin er það jafnt og n sinnum C vatn sinnum delta T eða mínus hér svona og svo ætlum við að gera smá brellu. Við ætlum að sýna delta T á þann máta að það sýni loka hitastigið í báðum tilfellum en þannig að þessi liður hér helst óbreyttur en delta fusion H ís pluss n sinnum svona vatni sinnum ís sinnum T log mínus 0 og það er þá jafnt og n sinnum C vatn sinnum 30 mínus T log á þennan máta. En ástæðan fyrir því ég get losa mig við mínusinn hér er svo að delta T er yfirleitt loka hitastig mínus upphafshitastig en ef ég sný formerkjunum að því við þá fæ ég upphafshitastig mínus loka hitastig og þá þarf ég að taka mínusinn hér burtu. Næsta skref er svo að byrja að reikna upp úr þessu og fyrir ennið þá er það 20 deilt með 18,02 og þetta er náttúrulega grömm og hér er ég með grömm á mól og það er sinnum 6007 joule per mól og við það bætist 20 g deilt með 18,02 grömm á mól, alltaf sami massi af ísnum sem bráðnaði og ísnum þegar hann orðið af vatni sinnum 75,4 kilojoule per mól Kelvin sinnum T log, það sem að 0 hérna skiptir ekki máli og þetta er þá jafnt og 50 pluss 20 grömm deilt með 18,02 grömm á mól sinnum 75,4 kilojoule á mól sinnum 30°C mínus T log og það sem ég nota gráður Celsius hér þá mun loka niðurstaða mín vera í Celsius gráðum. Nú ég reikna upp á þessu þá fæ ég hér 6670 pluss
83,7 sinnum t-log jafnt og 8791 mínus 293,1 sinnum t-log. Einangra það t-log og fæ þá 293,1 pluss 83,7 t-log er jafnt og 8791 mínus 6670 og lokahitinn er þá jafnt og 8791 mínus 6670 deilt með 293,1 pluss 83,7 og þetta er jafnt og 5,62 gráður Celsius. Svona. Eins og sé ég gert þennan minniháttar mistök með einingarnar. Þetta hér er auðvitað ekki kílójoule, þetta er bara joule. Það sem mólar eðlismæli vatns er 75,4 joule per mól kelvin en ekki kílójoule per mól kelvin. En svona einingavillur eru einmitt kannski algengasta ástæðan fyrir mistökum í svona dæmum. Það er að segja að yfirleitt er bræðsluvarminn fyrir vatn gefinn upp sem kílójoule per mól og þá þarf maður að umbreyta það í joule per mól og hafa mólar bræðsluvarmann þá einmitt líka sem joule per mól kelvin. Og síðan hægt að nota þessa nákvæmlega sömu aðferð þó að sé mér með fleiri þætti hér. Það er að segja að ég geti verið að setja ís við mínus 30 gráður og láta ísinn hitna fyrst, svo myndi hann bráðna og svo hitnar hann aftur, en ég geti verið með 3 þætti hér og ég geti verið með vatnsgufu við 100 gráður Celsius sem þarf fyrst að þéttast og ef við setjum upp svona dæmi þar sem við gerum kannski ráð fyrir það að niðurstaðan sé á vatnsfasa en í raun og veru ætti hún að vera kannski á ísfasa eða gufufasa. Þá muni niðurstöðun t-log endurspegla það að okkur mun finnast þær ekki ganga upp miðað við þá reikninga sem við gerðum. En ef það gerist þá er það vegna þess að ég var með rangar forsendur, þar að segja að það loka niðurstöðun er á vatnsfasa en ekki einhverjum öðrum tilteknum fasa. Og þegar ég er búinn að finna lokahitastigi þá getur loks fundið óreiðubreytinguna. En heildar óreiðubreytingin hlýtur að vera óreiðubreytingin við sem sé bræðsluna pluss óreiðubreytingin fyrir ísinn pluss óreiðubreytingin sem á stað fyrir vatnið, þar að segja að ísinn hitnar og vatnið kólnar. Óreiðubreytingin fyrir brennsluna er tiltölulega einfalt að finna. Það er bara einfaldlega mólfjöldinn sinnum delta F, delta fusion HC deilt með T sem er þá 20 grömm deilt með 18,02 grömm á mól eins og áðan sinnum þá 6007 joule per mól og þetta deilt þá með 273,15 kelvin því það er bræðslumarki fyrir ís og hér fæ ég þá 24,4 joule per kelvin. Óreiðubreytingin fyrir ísinn hins vegar, það hlýtur þá að vera óreiðubreytingin sem er tilkomin út af hitastigsbreytingunni en hún er þá varmarýmdin við fastan þrýsting sinnum Ln af T2 yfir T1 og alltaf sinnum náttúrulega mólmagnið sem ég er með. En það er þá 20 deilt með 18,02, hérna kannski geta spara mig eitthvað vinnu með því að reikna bara þessa tölu áðan út, sinnum 75,4 joule per mól kelvin, sinnum Ln af T2 sem er þá 273,15 pluss 5,62 deilt með 273,15 og þetta er jafnt og 1,71 joule per kelvin og fyrir vatnið það er þá jafnt og bara sama jafnan Cp sinnum Ln af T2 yfir T1 sinnum N-ið sem þá hér 70 deilt með 18,02 og heldum einingunum inni hér sinnum sami fasti hér sinnum Ln af 273,15 pluss 5,62 deilt með 303,15
þegar þetta var uppástiðið fyrir sem sé vatni sem var að kólna og það þetta var mínus 24,57 joule per Kelvin og heildaróreiðubreytingin er þá 24,4 pluss 1,70 mínus 24,6 sem er jafnt á 1,5 joule per Kelvin og þar með er dæminu lokið.